Góða kvöldið, Argentína. Guð blessi ykkur. Hversu ánægjulegt í dag að geta verið hér með ykkur á svona fallegan stað og þægilegan stað. Maður finnur fyrir viðveran ykkar og í dag ásamt bróðir Carlos Alberto Baena sem yfirprestur kirkjarinnar hér þessi þjóð Andrés Carrillo. Við bjóða ykkur velkomin í dag og við ætlum að stjórna í dag bíblukennslan og við ætlum að biðja hverjum velkomna. Má ég heyra ykkur? Má ég fá að heyra ykkur? Hverjum ætlum að bjóða velkomna? Systir okkar bara að lýsa og haldið að það koma blessaðnir með þessu, haldið að það koma kraftaverk, haldið að við munum vera frelsu. Já, þökk sé Guði og gott að heyra ykkur svona. Og við skulum gefa Guði okkar gott lag. Guði sem lifir, sem að hefur gefið okkur nýtt líf, sem að hefur gefið okkur ánægju, gleði, frið, sem hefur gefið okkur stuðning, sem hefur blessað kirkjuna sína, sem að hefur gefið okkur systir okkar María Lísa sem andleg leiðtogi fyrir okkur. Þökk sé Guði, lofum Drottinn. Valdamikill og stórkostlegur er Guð og við skulum lofa Guði, nafni hans, ég lofa þér að eilífu. Dýr sé Guði, halleluja. Dýr sé Guði. Og hversu falleg bræður og systur. Svona þurfum við alltaf að vera og við viljum segja til hamingju við ykkur og sérstaklega Guð því hann leyfir okkur að koma saman á þessum stað. Þetta er lofar frá Guði og ef þú sér einhver hérna sem hefur komið nýlega þá skal það manneski heyra að það er Guð sem talar við okkur og hann hefur gert kraftaverkin í lífið okkar. Og í dag þegar við löbbuðum inn þá langaði mig að gráta, en það var strákur sem var grátandi og hann var grátandi því hann var svo glaður að því hann gat gefið systir María Lísu og knús. Og svona þurfum við að vera. Við þurfum að vera andlega eins og börn sem að viljum alltaf gera það góða og erum með engin ilska í hjartað okkar. Og við viljum lofa Drottni og við viljum lofa Guði, okkar Guð. Og við ætlum að taka móti manneskjuna sem að gaf fyrstu spádóminn, sem hefur verið þann sem að hefur gefið okkur vegurinn til þess að lofa Guði. Systir okkar María Lísa sem er okkar postul og spákona. Og með ykkur þann stund sem að við varum öll að bíða svo mikið eftir. Systir María Lísa og Guð bless ykkur öll. Eigið mjög góðan dag mín kæru bræður og systur hér í Argentínu. Bræður og systur, ég er mjög ánægð að vera hér með ykkur. Það er mín ánægja og gleði að þegar Guð talaði í fyrsta skipti og sagði að hann ætlaði að rísa upp kirkja á heimsmælikvarða. Á þeim tíma hugsaði ég ekki einu sinni ég hugsaði loforðin sem að Guð gerði við Abraham þegar hann sagði við Abraham að hann yrði faðir margra þjóða. Og Guð fyrir 50 árum sagði ég ætla að rísa upp kirkju, söfnuður á mörgum stöðum í heiminum, víðam heiminum mun ég rísa upp kirkjan mín söfnuður og ég mun sjá að móta kirkjuna mína, að leiðbeina þeim, að leiða þeim á réttum vegum. Ég mun breyta þau og því sem menn, sem mannkynni, munu ekki þurfa að leggja svo mikið fram frá ykkur til þess að samfæra fólk, af því ég mun sjá það að samfæra þau. Og þetta var loforðið sem að Guð gerði. Og einnig, þegar kirkjan byrjaði, ég man að fólk kom alltaf í kirkjuna
og spurði hvernig byrjaði kirkjuna, hvernig var upphafið á kirkjarinnar. Og ég þurfti að segja þeim söguna og ég var alltaf að segja þeim söguna, öll þau sem að svöruðu mér. Og ég var alltaf 1 eða 2 klukkutíma að segja fólki söguna. Þangað til að ég ákvað að skrifa smá bók sem heitir Upplifanir og ég skrifaði þann bók svo að þið sem eru forvitin að vita upphaf kirkjarinnar, þið megi fá bókina og lesa hana. Þetta smá bók, smá rómantísk. Allt sem ég segi þar í bókina, það eins og saga. En það er allt raunverulegt. Kraftaverkin sem að Guð gerði, sem eitthvað svo, og undan sem hann gerði sem eitthvað sem að við sjáum yfirleitt bara í bíómyndunum og þættir. En Guð gerir svo margt í lífi okkar, hann gerir svo margt sem að fyrir utan þessu hefðbundu sem að maður sér í heiminum. Og ég vil bjóða þeim sem að hafa komið nýlega, ef það eru einhver sem að hafa komið hér nýlega, það eru bræður eða systur sem hafa komið hér nýlega, þá ætla mér að bjóða þeim til þess að fá bókina og lesa söguna og þau sem ekki hafa lesið bókina megi koma til þess að sjá hvernig Guð hefur skapað og byrjað þessari kirkju sem að ég svo stolt af því allt sem að Guð sagði á þeim tímun hefur hann hefur uppfyllt þetta. Hann hefur aldrei yfirgefið okkur. Guð sá að undirbúa. Hann sá að undirbúa allt, að undirbúa hjörtu og hann hefur líka undirbúið hjarta mitt svo að ég gæti haldið áfram, á þeim vegum svo að ég myndi ekki leyfa óvininum að plata mig, af því óvinurinn hefur viljað plata kirkjan margt oft en Guð hefur aldrei leyft það. Hann hefur gefið okkur getan til þess að geta séð hvað það sem óvinurinn að setja á vegum okkar til þess að blekkja okkur. Og það eru margir hópar og margar hlutir sem fólk sem hefur komið á móti okkur hefur sagt að þau hafi risið upp með andlegum anda en þau hafa endað á einhverjum hópa sem að ljúga að fólki og hafa farið eftir peningum og Guð hefur ekki blessað þessum stöðum af því að það hefur ekki endað vel út af því að fólk er alltaf að fara eftir peningum og Guð sannarlega að styðja fólk og fólk styður fólk svo að allt sé fullkomið og gangi vel. Og við erum hér 50 árum seinna og Guð að styðja okkur og Guð að gera sig opinbera. Hann að gera kraftaverki. Alla daga heyrum við kraftaverkinu sem að Guð gerir við fólk. Og þegar Guð læknar og þegar Guð læknar alla og við sjáum líka hvernig Guð gerir sig opinbera á meðal þjóðar. Við sjáum hans hönd, mikilvæga kraftaverka hönd og hann að gera sig opinbera þar og Guð mun alltaf passa upp á alla sem að treysta á hann, sem að trúa treysta á hann og Guð mun sá að það sé að ríkisvaldurinn sé ekki að eyðileggja fyrir þau sem trúa og því megi fá ykkur sæti og ég man þegar Guð talaði við Abraham og Guð sagði við Abraham að hann ætlaði að eyðileggja 2 borgir sem var Sódom og Gomorra og hann ætlaði að eyðileggja og Abraham kom á milli og sagði Guð hvernig getur það verið að þú ætlar að eyðileggja þessar borgir? Greið fólki, af hverju þurfa þau að deyja? Og hann sagði við Guð, hefur ekki hugsað
þau réttlætu, þau sem eru að gera réttu hlutina á þessum borgum. Og Guð sagði, ef það er réttlætt fólk, ef það væri réttlætt fólk, þá myndi ég ekki eyðileggja þessar borgir. En að því það er enginn réttlættur, þá ætla ég að eyðileggja það. Og þá sagði Abraham, það eru kannski 50 réttlætt með þar. Og Guð sagði, nei, það eru ekki 50. Og þetta fór svo niður í 40, 30, 20 og 10. Og Guð sagði, það eru 10 réttlætt menn, þá myndi ég ekki eyðileggja það. En það voru ekki einu sinni 10 menn þar sem voru að gera réttlætt hlutina. Og þannig talaði Abraham við Guð. Og Abraham var milliliðurinn. Og Guð sagði, þegar eru 10 réttlætt menn, þá ætla ég ekki að eyðileggja. Það voru hversu margir, það var bara 1. Og fyrir Guð var miklu auðveldara að taka þann aðila úr þessum borg. En daginn í dag veit ég að það eru fleiri en einn af hverju borg í heiminum og Guð mun hafa miskunn af þeirri borgum, af þeirri löndum og bænum. Hann mun hafa miskunn líka af hugmyndir fólks og allt sem að fólk búa til. Guð mun alltaf vera með. Hönd hans Guðs mun vera þar að sjá þína og passa upp að þínu fólki. Og við viljum þakka Guði fyrir stuðningin sem hann hefur gefið þessari kirkju. Af því að Guð hefur verið að styðja kirkjan. Og eins og bræðurnir segja, á fleiri en 60 lönd er kirkjan og þó að hóparnir séu lítil að þá telst það fyrir Guð og það telst sem mjög mikið og þess vegna erum við svo ánægð og stolt eins og bræðurnir sögðu að tilheyra þessari kirkju. Kirkja Guðs og söfnuður Guðs sem að einu sinni reis Guð upp hópur sem var sem sagt hans hóp og Guð horfði alltaf til framtíðar. Hann horfði alltaf til framtíðar og það var mjög mikið af loforðum sem að við munum lesa hér í Sálmarnir og hann gerði mjög mikið af loforðum fyrir kirkjan sem myndi koma í framtíðina. Guð myndi vera þá að eyðileggja, að búa til kirkjan og það er þar sem hann gerir, hann er að undirbúa okkur og hann er að búa til kirkjan sig og við viljum þakka Guði fyrir þessar blessanir. Að því Guð horfir ekki á þessa hluti, heldur horfir hann á hjarta hjá öllum. Og hvernig fólk býr og hvernig fólk hegðar sér eða meiningin, Guð sér að breyta okkur og gefa okkur menntun í hlutina frá Guði og hann horfir á hjarta og hegðuna hjá hverjum og einum og að því hann horfir á þessa hluti að þá erum við öll hér fjölskyldan Guðs, við erum börn Guðs, við erum systkini í Jesú Krist. Og það skiptir einhver máli hvaðan að við komum. Við erum með hjarta sem að hugsar ekki og er ekkert að spá hvaðan við erum. Heldur er það tilfinning að elska Guð og gera hans vilja og þókna honum. Þannig að deginum í dag erum við hér og við ætlum að gefa Guði dyrðina fyrir hans fagnaðarerindi og við ætlum öll saman að gefa Guði dyrðina og lofa Drottni að því hann skapaði okkur til þess fyrir okkur að gefa honum dyrðina. Og við ætlum að vera hér ánægð að íhuga og rannsaka fagnaðarerindi og kenningin, hvernig við eigum að lesa Biblíuna, svo að hver og einn af okkur sé alltaf að lesa Biblíuna og íhuga í Biblíuna og rannsaka, svo að Guð þóknist að því sem við gerum, svo að Guð gerir sig opinbera í okkar líf, svo að hann sendi
heilögum anda og hans andlegu gjafir til okkar svo að hann styðji okkur og hlusti okkar bænir og gefi okkur óskir og þráðir í okkar hjarta, allt sem við höfum, svo að hann sé alltaf með okkur. Og þess vegna ætlum við að vera hér saman í dag að nýta þessar mínútur til þess að lofa og dyrka Guði og áður en við byrjum að lesa hér í Sálmar 51. Við skulum syngja til Guðs. 157. Það að segja að við áður en að við kynntumst Guði vorum við vorum þrælir óvinsins, við vorum þrælir óvinsins og við vorum í fáfræði því við vissum ekki leiðir Guðs, við vissum ekki það sem að Guð hafði fyrir okkur og þess vegna segir þennan kór hér að við höfum verið þrælir og við höfum verið fangar af óvinnunum og hér erum við í frelsi að kynnast Guði og við erum hér á leiðinni í eilífa lífið og megi Guð leyfa okkur hverjum og einu að koma í eilífa lífið og kórinn að tala það að við erum frelsaðir núna. Við erum komið í frelsi. 157. Og ef ég kannski lyfti hendurna þá gerir ég svona. Þetta kór sem þannig. Porque Él nos sacó de esa cautividad. La honra y la gloria sea para Él. Y cuántos anhelan y desean servirle a Dios. Og dýrðina og lofun séu fyrir hann og hversu margir vilja þóknast Guði og þjóna honum. Hversu margir vilja predikera sönn orð Guðs. Hafið þið byrjað að predikera heima hjá ykkur og meðal fjölskyldum meðlimir hennar. Og þegar ég höfum tækifæri til þess að tala við nágranna, vinir, fjölskyldum meðlimir, taliði Guð. Af því að Guð vill að hans nafn sé þektur, að nafn hans sé lofaður, að heiminn viti að hann til. Það það sem að Guð vill og við erum þau sem að hafa verið kallað af Guði. Við erum þau sem að Guð hefur sendt til þess að kenna kenninguna og byrja að predikera. Og við byrjum að predikera með fjölskylduna okkar. Við byrjum að predikera og kenna þeim og við segjum Guð talar við mig. Guð talaði við mig, ég fann kirkja þar sem að Guð talaði við mig og þess vegna langar mér að syngja
Þann kór sem segir, sendu mér að predika á Guð. 164 sem bera titli, sendu mér til þess að þjóna þér. Og við viljum að Guð gefi okkur geta til þess að predika til annara. Og við skulum lesa í syngja 154. Blessaður Guð, valdamikill Guð, dýr sé Guði og við viljum þakka Guð því megi fá ykkur sæti bræður og systur. Og nú ætlum við að byrja með spurningarnar á þessum degi. Góðan daginn systir, velkomin til Argentínu og í Síður Casanova elskum við þig mjög mikið og takk fyrir kærleikann sem þið hefur sett í hjartað okkur. Spurningin sem ég hef í hið almenna bréf Júdasar, vers 17-23. Ok, og við ætlum að skoða á Júda, vers 17. En þér elskaðir minnist þeirra orða sem áður hafa töluð verið apostolum drottins vors Jesú Krist. Þeir sögðu við yður, á síðasta tíma munu koma spottarar sem stjórnast af sínum eigin óguðlegu gildum. Þessir menn eru þeir sem valda sundrungu, holdlegir menn sem eigi hafa andan. En þér elskaðir, byggið yður sjálfa uppi yðar helgustu trú, biðið í heilögum anda. Varveiti sjálfa yður í kærleika Guðs og biðið eftir náð drottins vors, Jesú Krist til eilífs lífs. Verið mildir við suma, þá sem eru efablandnir. Suma skulu þér frelsa með því að hrífa þá út úr eldinum og suma skulu þér vera mildir við með ótta og hatið jafnvel kirtillinn sem flekkaður af holdinu. Og hérðan kemur spurningin sem á vers 23 sem stendur suma skulu þér vera mildir við með ótta. Mér langar að spyrja hvað það þýðir. Á vers 23 stendur suma skulu þér frelsa með því að hrífa það út úr eldinum og suma skulu þér vera mildir við með ótta. Og þá á Guð við að það þurfti ekki allir að fá miskunn, því sumir þurftu að fá dugnaður í sér. Þannig að Guð að vísa hér að það þarf að vera miskunnafullur við suma og við þurfum sem sagt að sjá hvað eru mistökin eða hvað það sem að fólk að gera, trúendur eða þau sem að gera hluti kirkjuna, hvernig þau eru
hvað þeir sem sagt eru að gera fyrir framan Guð. Og hér er verið að tala fólk sem að kannski féll fyrir framan Guð og syngaði. Og Guð er að vísa í að við suma mætti hafa miskunn, en við suma átti bara að leyfa Guði sjá þá. Og hvað á þá við hér, þennan vers, á við að það þarf að vera með mikilli þekkingu og vita við hverjir það á að vera miskunnafullur, eða við hver þarf að vera harðari. Og það er það sem að gerist líka í dag í kirkjuna. Við erum að læra og við biðjum Guð að gefa okkur þeirri þekkingu sem við þurfum til þess að geta dæmt fólk eða að gera eins og Guð vildi. Þannig að við þurfum að vera með mikilli þekkingu og vita hvernig við eigum að koma fram. Góðan daginn, systir María Luisa, við elskum þig mjög mikið. Og spurningin sem að ég hef er í Jeremía kapli 25, vers 5 og 6. Jeremía kapli 25, vers 5 og 6. Má ég lesa? Já, og það er sem sagt þar sem að stendur, hann sagði, snúi yfir hver á einn frá sínum vonda vegi og frá yðar vondu verkum, þá skulu þeir búa kyrrir í landinu sem Drottinn gaf yður og feðrum yðar frá eilífð til eilífðar. En eltið ekki aðra guði til þess að þjóna þeim og falla fram fyrir þeim og eignið mig ekki til reiði með handaverkum yðar, svo að ég láti yður ekkert böl að höndum bera. Systir, ég er frá Venezuelu og þegar ég hugsa þessi vers hér, þá skil ég það þannig að Guð gaf þessi orð til Jerúsalems, fyrir Ísrael, í fortíðina, og við erum með Nýja testamentið núna frá Jesú Krist og ég íhuga í þessu og ég íhuga mjög mikið í mínu landi. Og þetta er það sem við erum að upplifa núna, að því við erum óhlýðin. Við erum óhlýðin við Guð og við höfum farið eftir skurðgoðadyrkun. Meira að segja höfum farið að dyrka fólk sem er í pólitískunni, og við höfum séð afleiðingar þess sem þetta hefur á liðið okkar, og liðið okkar er að þjást mjög mikið, og ekki bara þau sem eru í landinu, heldur líka þau við sem hafum komist út undan. Og smá tíma eftir að ég kom hér til Argentínu, og ég vil þakka Guði mjög mikið fyrir að hafa leyft mér að koma í þessu landi. Hann hefur leiðbeint mér gegnum margt. Mér langar að bjóða þér, systir, að heimsækja okkur þar sem við erum. En spurningin sem ég hef er, hvað getum við gert, við frá Venezuela, sem erum hér í kirkjuna, til þess að fá miskunnina frá Guði, og að Venezuela sé land sem er blessað af Guði, og að við finnum aftur okkar frið í okkar landi. Og hvað þurfum við skulum ekki segja að Guð sé að refsa fólk eða refsa ákveðið land bara. Það er svo mikið af þessu sem að gerist, að því Guð vill að fólk hugsi sig, að fólk farið aftur að hugsa Guð, og ég veit að Guð á eftir að leggja út hönd sína, og hann á eftir að endurnýja aftur landið, og þessi land á eftir að vera, segjum svo að
Guð mun endurskipuleggja landið af því alls staðar í Venesúela kirkjan. Kirkjan í Venesúela mjög stór og ég nokkuð viss að Guð hefur hlustað á bænirnar frá bræðunum þar og við öll sem höfum beðið Guð og hann allar að endurskipuleggja þetta. Og allt sem að Guð leyfir að gerast svo að við lærum, svo við getum þroskast og opna augun og skilið meira hlutina frá Guði og frá fólkinu í heiminum og öllum þessum hlutum sem við þurfum að læra og þjálfa okkur á. Og það svo að við getum lært hvernig við eigum að hegða okkur í okkar líf. Og það eitthvað sem við segjum á spænsku, það engin illska sem kemur til einskis, þannig að það að segja allt sem að gera sem slæmt kenning fyrir okkur, eitthvað gott kemur á bak við því. Og við höldum áfram. Velkomin til Argentínu, Guð blessi þér. Ég með spurning í Markusar Guðspjall, kapli 10, vers 13-15. Markusar Guðspjall, kapli 10, vers 13-15. Menn færðu börn til hans að hann snerti þau, en lærisveinarnir átöldu þá. Þegar Jesús sá það, sárnaði honum og mælti við þá, leyfi börnunum að koma til mín, varni þeim eigi, því að slíkra Guðs ríki. Systir, spurningin sem að ég hef. Við vitum að börnin geta ekki syngað af því þau eru nýfædd og hafa ekki lært af illskunni. Og þau sem tákn af því hvernig Guð vill að við séum. Mér langaði að spyrja, hver ástæðan fyrir því að Guð leyfir börn að vera nauðguð eða að börn séu nauðguð eða að börn séu pyndir til einhvers. Mér langaði bara að spyrja hvort það sé eitthvað sem að kemur út af eitthvað sem að fjölskyldan að gera. Hvort það sé eitthvað sem að börn þurfa að þjást út af fjölskylduna sína. Hér þegar Jesús sagði, leyfið þeim að koma, þá á við að Guð hefur séð hreint hjarta í börnunum þar. Og við sjáum að síðan að Guð skapaði Adam, mannkynið hefur þjást. Börn, konur, menn, eldri fólk, það hefur alltaf verið að börn hafa þjást. Holdið okkar hefur alltaf verið viðkvæm fyrir þjáningar. Og við vitum að við eigum óvinur. Óvinur í Eden sem þar og þessi óvinur hann sem hefur tekið að sér að gera slæma hluti við alla, við börn, við eldra fólkið, konur og menn. Það óvinurinn sem hefur gert fólkinu þessa hluti svo að fólk færi að gagnrýna Guði. Og það áætlunin sem hann hefur að gera alla þessa hluti og gera þessum illska svo að við sem mannkyni leitum ekki að Guði og trúum ekki á Guði og séum vonlaus að gera hlutina sem óvinurinn vil að við gerum. Svona hefur þetta verið og við höfum verið óvinurinn hefur verið að elda okkur og við erum í baráttunni alltaf að eilífunni og þegar börn þjást, hvort sem það eru veikindi eða nauðgun eða hvað sem þau fara í gegn, það eitthvað sem að særir okkur mjög mikið og við munum biðja Guði eins mikið en það Guð sem hefur það miskunn. En við skulum ekki vera að efast Guð. Við skulum ekki vera að efast Guð og það sem hann gerir. En hér á þessum vers, þegar hann segir, ég vil að þið eigi hjarta eins og börn,
þá á hann við að börn eru ekki afbrýðisöm, börn eru ekki með neini ilska í hjarta þeirra. Og ef þið sjáu, þegar börn verða reið við hver annari, þau verða reið í 2 mínútur og eru svo að leika saman aftur. Og það er það sem við sjáum og lærum af börnunum. Og svo þegar við sjáum 1 mínútu eftir, þá eru börn að tala eins og ekkert hafi gerst. Og þetta er hjarta hjá börn. Og börn eru ekki lygarar, þau eru ekki afbrýðisöm, þau eru ekki með neini ilska í hjartað og það er það sem að Jesús Kristur sagði. Ég vil að þið séu með hjartað eins og börn, að þið séu þroskuð til þess að vita hvernig þið eiga að hegða ykkur, en að hjartað ykkar sé eins og hjá börnunum, að þið séu ekki afbrýðisöm, að þið séu ekki að ljúga, heldur að hjartað ykkar sé eins og hjá börnunum. Við viljum hafa hjarta eins og barn, en að vera samt mjög þroskuð um hvernig við hugsum, hvernig við hegðum okkur og hvernig við gerum hlutina og það er það sem að Guð vill og við ætlum að halda áfram með annarri spurningu. Eyðu mjög góðan dag, systir María Luisa og velkomin til Argentínu og Guð blessi þig. Það er loforð sem að Guð gaf mér að vera fyrir framan þig að spyrja þig þessari spurning. Ég kem frá Rosaríu og bræðurnir þar elska þig mjög mikið og fyrir mér þú eins og móðir, andleg móðir, af því þú hefur gefið okkur þann fæði sem að við þurfum og þú hefur kennt okkur að búa þessum vegum. Á þessum fallegum vegum og takk fyrir að hafa leiðbeint okkur alltaf. Spurningin sem að ég hef er Postulasagan, kapli 8, vers 39 til 40. Og hér stendur: En þeir stigu upp úr vatninu, hreif Andri drottins Fílippus burt. Hirðmaðurinn sá hann ekki framar og fór fagnandi leiðar sinnar. En Fílippus kom fram í aðstóð, fór og flutti fagnaðarerindi í hverri borg, uns hann kom til Sesaríu. Á þessum versum sjáum við að Fílippus var tekinn af heilögum anda til þess að predikera. Og Bíblan segir að eftir að hann predikari tók Guð hann. Og hann var aldrei, og það var enginn sem sá hann aftur, en svo sá fólk hann aftur í Asodóð og predikaði aftur. Mér langaði að spyrja, hvernig var þessari upplifun? Var þetta eitthvað sem að gerðist í alvörunni? Að Guð tók þennan mann í annarri borg eða hvernig var þetta? Já, sem sagt, Fílippus fór sem sagt bara annan stað. Það sem hann gerði, hann var að lesa Jesaja, hann las og var að gefa honum skýringu og eftir að hann gaf honum skýringu og talaði fagnaðarerindi Jesú Krist og hann trúði á fagnaðarerindinu og hann sagði að hann hafi séð vatni og hann steig upp úr vatninu og það sem að gerist var að þessum stað sem að þau voru þetta var sem sagt staður sem var mjög langt í burtu frá öðrum stöðum og fólk var yfirleitt að bjóða öðrum sem þau sáu heim til sín. Þannig að fólk var ofta að bjóða öðrum í matarboðum hjá sér og það var bara hefð og að því hann vildi ekki koma í matarboð að því hann hafði ekki áhuga á að fá í raun og veru endurgreitt
Og hefðin var sem sagt að bjóða fólki í matarboð og leyfa þeim að gista og þvo fæturnar að þeim og bjóða þeim í matarboð og alls konar. Og þess vegna stendur að heilagur kemur til hans og sýnir honum að það sé betra að halda áfram að sínum vegum. Og hann raun og veru að segja, þarft ekki að stoppa, þú ert búin að gera það sem þú áttir að gera, þú þarft ekki að fara neitt, þú þarft ekki að fara heim til hans, haldu bara áfram þínum vegum. Og það sem að gerast er að hann ákveða að halda áfram, að fara ekki í matarboði, að gista ekki heima hjá þessu manni og þess vegna er það að þessi maður sá hann aldrei aftur. Og þess vegna þar sem að gerðist var það að hann kom á þessu landi, á þessum stað sem var Asdód og þar byrjaði hann að predikera fagnaðarerindi aftur og gera kraftaverki og Guð var pottþétt bara að segja við hann ekki stoppa hér, gerðu kraftaverkinu, talaðu mig og farðu svo aftur. Þú þarft að fara frá þessum stað. Og þess vegna stendur að maðurinn sem hann gerir kraftaverkinu við sá hann aldrei framar út af því hann fór bara og þykdi ekki matarboði. Og það er það sem að Guð gerði, hann sagði alltaf við þau sem hann voru að predikera, farið að lækna fólk, farið að gera það sem þið þurfið að gera, en ekki vera að heilsa upp á fólki á vegum ykkar. Ég veit ekki hvort ég hafi lesið þetta í Biblíuna, að Guð sagði ekki stoppa til þess að heilsa upp á neinum. Af hverju? Af því að heilsa upp á einhverjum á þessum vegum, í eyðimörkinni, það þarf maður matur og drykkir og fólk var mjög mikið að bjóða fólk heim til sín í matarbúðum og svoleiðis og það var bara hefðinni. Þannig að þið myndum mæta einhverjum á vegum, þurftu það að heilsa upp á fólki og bara það að heilsa upp á fólki voru 20 mínútur. Það er ekki eins og í nútímanum sem er bara hæ og búið og fólk fer. Að heilsa upp á fólki þá var sirka 20 mínútur. Og eftir að hafa heilsað upp á fólk var þá spurt hvert ertu að fara og hvaðan kemur. Ertu þyrstur, ertu svangur, ég ætla að bjóða þér heim til mín. Komdu að borða, fáðu þér mat og haltu svo áfram á vegum þínum. Og þess vegna sagði Guð alltaf við fólk, ekki vera að heilsa upp á fólk á vegum ykkar. Haldið þið áfram. Og það var það sem hann gerði. Hann stoppaði ekki til þess að bíða eftir matarboð. Heldur fór hann bara. Hann hélt áfram sínum vegum og það var það sem að gerðist. Þannig að við þurfum að hugsa stundum út í hvernig allt þróaðist á þessum stöðum. Biblían er raun og veru bara að saga hvernig Guð gerði allt. Allt sem að Guð vill að við vitum er ekki skrifað, þannig að Guð er í raun og veru að segja ykkur frá sögu, svo við getum skilið meira og þess vegna er stundum svo gott að vita mikið sögu sem var í fortíðina til þess að skilja meira, að skilja hlutina betur. Af því það er svo margt sem við skiljum ekki og það eru sumir sem að spyrja af hverju þurfti fólk að þrífa fæturnar á öðrum. En málið er að þessum tíma var fólk mikið að labba í eyðimörkunum og löpuðu dögum saman. Þannig að þegar þau komu á einhverju húsi að þá var fólk alltaf með vatn til þess að skola og hvíla fæturnar. Að því pæliðu ef þið eru að labba dögunum saman þá ertu með kannski bólgin á fótunum. Þannig að fólk var að gera það og það var sem sagt mjög vel séð. Mjög vel séð þegar fólk bauð öðrum heim til sín og leyfði þeim að gista hjá sér og gaf þeim mat og gaf fólk sem sagt vatn til þess að þrífa fæturnar á sér. Það er eitthvað sem við sjáum ekki lengur og það er að því það er mjög mikið af fólk sem er að stunda glæp. Þannig að fólk er mjög mikið að vara sig við að vera ekki að bjóða öðrum heim til sín. Þú veist, það geti verið einhver morðingi eða einhver sem ætlar að nauðga fólk.
en það eitthvað sem í nútímanum. Þetta var ekki þannig í fortíðina, en þetta var það sem gerist og þetta var það sem gerist á þessum tíma. Og þetta var það sem kom fyrir þessum manni sem fór og þessi Fílippus vildi ekkert meir og hélt áfram. Hann fór ekkert fljúandi, hann fór bara labbandi eins og venjulegur maður. En það útskýringin á bak við þessu. Við höldum áfram. Góða kvöldi, systir Marja-Lísa. Við viljum bjóða ykkur velkomin, þér og fólk sem með þér kemur í dag. Mér langar að fara í Efesusbréfið, kapli 6, vers 1-4. Efesubréfið, kapli 6, vers 1-4. Þér börn, hlýðið foreldrum yðar vegna Drottins, því að það rétt. Heiðra föður þinn og móður, það hið fyrsta boðorð með fyrirheiti, til þess að þér vegni vel og þú verðir langlífur á jörðinni. Og þér feður, reytið ekki börn yðar til reiði, heldur alið þau upp með aga og umvöndun Drottins. Systir, í kirkjuna hef ég lært að mikilvægasta myndun sem við getum gefið börnin okkar að passa okkur og hegðun okkur og hvernig við þjónum Guði. Og börnin verða samt alveg reið stundum og ég hef tekið eftir þessu. Spurningin sem ég hef vers 4 af þessum kafla. Hvað að reita börn til reiði og hverjir eru mörkin til þess að ala börninu upp rétt? Ég skil að maður á ekki að beita líkamleg ofbeldi, en mér langar að vita hvernig við getum alið börnin okkur upp rétt. Við þurfum að hugsa að það eru mismunandi týpur. Það eru börn eða unglingar sem eru með illir andar í sig, sem eru andar sem eru óhlýðni, reiði. Það eru þessir andar á þessum manni eða barn eða unglingur. Og hann verður svona erfiður og þú kannski segir þegar þú spyr hvernig við eigum að heiða okkur og hvernig við eigum að leiðrétta börnin okkar. Að leiðrétta börn að segja við þau ekki gera þetta, ekki gera hitt. Svona leiðréttum við börnin. Að því deginum í dag við ekki að leiðrétta börnin með líkamlegu ofbeldi eins og var gert í fortíðina. Þau beittu ofbeldi, líkamlega ofbeldi og meira að segja hér í Biblíuna, í Gamla testamentið, lesum við að börn voru, þeim var beitt ofbeldi og þeim var kastað steina og það var margt sem var gert til þess að refsa börnin og við sjáum hvernig í fagnaðarerindi, hvernig heilagur anda hefur komið til þess að breyta svo margt. Og heilagur andinn sá sem hefur kennt okkur að við eigum ekki að beita ofbeldi við börnin okkar til þess að leiðrétta þau. Að því heilagur andi segir, farðu með hann í kirkjuna, þið skulu leggja hendur yfir hann, biðja Guði fyrir hann, svo að þennan illur andi af óhlýðni eða reiði eða hvað sem fari frá honum. Þannig að til þess að taka þennan andi frá honum þurfum við að leggja hendur. Og þetta miskunn. Þetta líka miskunn og við viljum þakka Guði fyrir þetta. Að því Guði hefur kennt okkur að óvinurinn þar á milli með allir þessir andar að vinna í karlmenn og konur og þess vegna fólk að þjá svo mikið með þessum börnum og þau sem koma í kirkjuna
og eru með börn sem eru þannig, sem eru óhlýðin. Það gott ef að þið geti komið með þau í kirkjuna til þess að gefa þeim handa yfirlagningu og Guð gæti þá frelsa þau. En það eru sumir foreldrar sem að segja, barnið mitt vil ekki fara í kirkjuna og ég geti ekki neitt honum til þess að koma í kirkjuna. Já, þú hefur alveg rétt fyrir þér. Ef að það unglingur sem 12-13 ára sem vil ekki fara í kirkjuna, þú getur ekki neitt fólkinu. Þannig að það sem að þú skal gera, ef að þú kemur í kirkjuna, gefið þeim handa yfirlagningu og þú skal biðja Guði að frelsa þau frá þessum illum öndum. Og ef að þau kannski vilja koma í kirkjuna, þá getum við gefið þeim handa yfirlagningu og þau sem að gefa spádóm geta gefið þeim spádóm af því það mun hjálpa þeim mjög mikið og það hjálpar mjög mikið að það heilagur andi sem að tala og þá byrjar Guð líka að frelsa þennan ungur maður eða ung kona og byrjar að frelsa börnin og þannig munu foreldrar líka geta gert réttu hlutina með þekkingu. Og ég fer frá nokkrum að þau segja mér, já, börnin mér vilja ekki fara í kirkjuna, það eitt sem í fíkniefnin og vil ekkert með kirkjuna gera. Þannig að það sem að ég segi við foreldrana þú skal biðja Guð, gefðu þeim handa yfirlagningu og biðdu til Guðs að hafa miskunn og ekki byrja að kvarta. Ekki byrja kannski að reita börnin til reiða, heldur segi bara mundu eftir að það til Guð og hann gefur okkur gleði, hann gefur okkur frið, hann verðir okkur, hann að verða okkur og mundu eftir því að út í heiminum mjög mikið af hættu, það hættulegt að vera þannig út í heiminn og mundu eftir því að hlutir geta komið fyrir þér. Mundu eftir þessa hluti og svona þurfum við að tala við börnin án þess að vera reiður, heldur að fá þau til þess að skilja og hugsa að ef að þau fara að gera slæma hluti að mamman eða pabbi hafa sagt við þau það mjög mikið að hættulegum hlutum, þetta gildrur frá óvininum, þú skal passa þig og hugsa Guð. En ekki segja þetta reiði, af því að þú segir þetta í góðri tón að þá hlusta þau og byrja að hugsa þessa hluti þegar þau eru að fara að gera eitthvað að sér úti. Eru fleiri spurningar? Já, systir, góðan daginn. Okkur langar að heilsa upp á þér. Þetta í fyrsta skipti sem að ég sé þig hér og þetta í þriðja skipti sem að ég sé biblíukennslu og mér langar að segja hver skipti sem að ég sé þig þá ertu fallegri. Þú ert fallegri í hver skipti. Systir, ég með spurning í Jesaja. Kafli 45, vers 6 og 7. Jesaja 45, vers 6 og 7. Svo að menn skyldu kannast við það bæði í austri og vestri að enginn til nema ég. Ég drottinn og enginn annar. Ég tilbý ljósið og framleiði myrkrið. Ég veiti heill og veld óhamingju. Ég drottinn sem gjör í allt þetta. Systir, spurningin sem að ég hef hvað hefur ljósið að gera með friðið og myrkrið? Hvað hefur myrkrið að gera með óhamingjan? Guð hér að tala við konungur Persíu og hann var sem sagt útlendingur og Guð notaði Sýrus svo að hann myndi leyfa
þau sem að eftir voru í Babýloníu, sem myndu vera að stofna kirkju Guðs. Og það sem að gerist var að Guð sagði eftir 70 árum, hann sagði, ég ætla að taka fólkið mitt úr Babýloníu og ég ætla að senda þau aftur til Jerúsalem, svo að þau geta búið aftur í borgina. Af því að í þessi 70 ár sem að þau bjuggu í Babýloníu, það hafði Guð eyðilagt Ísrael og musterið og allt sem var búin til í Jerúsalem var eyðilagt. Þannig að 70 árum seinna, hann sem var að stjórna Babýloníu var Síró og hann var leiðtoginn og Guð setti í hans hjarta að leyfa fólkinu sem eftir var af Jerúsalem að fara aftur, af því þau voru sem þrælir í Babýloníu. Þau höfðu enga rétti og gátu ekkert sagt, ég ætla að fara úr borgina eða ég ætla að fara í borgina. Þau voru þrælar, það leyfði þeim enginn að fara til Babýloníu. Þannig að Síró leyfði þeim að fara aftur til Jerúsalem og þess vegna hafði Guð miskunn við Síró og þess vegna talar Guð Síró og hann segir mín þjóð og hann talar við hann þannig. Ef að þið lesið í vers 1 í þessum kafla, það stendur, svo segir Drottinn við sinn smurða við Kýrus sem ég held í hægri höndina á til þess að leggja að velli þjóðir fyrir augliti hans og spretta belti af lendum konungarna, til þess að opna fyrir honum dyrnar, til þess að borgarhliðin verði eigi lokuð. Þannig að Guð leyfði Kýrus og það stendur í vers 2, ég mun ganga undan þér, segir Guð við Kýrus, ég mun ganga undan þér og jafna hólana, ég mun brjóta eirhliðin og mölva jarðslánar. Ég mun gefa þér hina huldu fjársjóðu og hina fólknu dýrgripi, svo að þú kannist við að það er ég, Drottinn, sem kalla þig með nafni þínu, ég Ísraels Guð. Vegna þjóns míns Jakobs og vegna Ísraels mín útvalda, kalla ég þig með nafni þínu, nefndi þig sæmdarnafni, þó að þú þekktir mig ekki. Og Guð sagði við Kýrus, ég er Drottinn og engin annar, engin Guð er til nema ég. Ég hertigjaði þig þó að þú þekktir mig ekki. Og hann var sem sagt ekki gyðingur, þessi maður. Og á vers 6 stendur, svo að menn skyldu kannast við það bæði í austri og vestri, að enginn er til nema ég. Ég er Drottinn og enginn annar. Og á vers 7 heldur Guð að tala hann, hans vald, hans vera. Og Guð segir, ég skapaði ljósin, ég bý til myrkrið. Og hann segir, ég tilbý ljósið og framleiði myrkrið. Þannig að Guð var að segja, ég skapa menn og ég tek menn í burtu. Og Guð var sem sagt að segja, hann skapaði öllu, hann skapaði menn, hann skapaði öllu, hann gefur fólk heilsa eða ekki ljós, hann gefur fólk líf eða ekki, þannig hann ákveður öllu og það er það sem hann er að reyna að segja hér. Og hann er að segja, ég er Drottinn sem gerir hann að Guð er að segja, þekktu mig, lærðu að vita hver ég er, ég sem geri allt. Þannig að fólk hugsar stundum að óvinnurinn hafi skapað illskan. Nei, Guð skapaði öllu en óvinnurinn byrjaði að nota slæma hlutina og neikvæðni. En Guð skapaði öllu, en Guð sagði, hann sem hefur gott hjarta,
Réttlætt hjarta fyrir mig mun gera allt gott, alla þessa góða hluti, mun gera hlutina betur, en þau sem eru óhlýðin og þrjóskir munu gera þessa slæma hluti. Þannig að við veljum vegurinn og við veljum auðvitað þessi vegur sem að Guð skapaði með góðu hlutina. Og við höldum áfram. Eða mjög góðan dag, systir. Guð blessi þig stórkostlega og ég blessi í Guði og þakka Guði fyrir þennan stórkostleg blessun. Velkomin til Argentínu í nafni öllum mínum bræðrum og systrum. Ég elska öllum í nafni Jesú Krist og takk fyrir að gefa þér til Guðs alveg. Fyrir að gefa þér alveg til Guðs. Systir, ég með spurning sem er í Jóhannesar Guðspjall 18:28. Já, systir, og þú mátt lesa. Era de mañana y ellos no entraron en el pretorio para no contaminarse y así poder comer la Pascua. Mi pregunta es, hermana, ¿de qué no se tenían que contaminar ellos? Porque también hoy en día los creyentes nos... Það stendur í... spurningin sem ég hef er... Mér langar að spyrja, stundum heimsækjum við fjölskyldumeðlima okkar og við vitum að nokkrir þeirra eru að fara til fólks sem eru í seiðiskrafti og fara til fólk sem getur lesið spilin og þannig fólk. Mér langar að spyrja, ef að við vitum einhver í fjölskylduhópin okkar eða einhverja vinahópnum okkur sem að stunda einhverju svona, hvort að þetta hafi áhrif á okkur. Og hér stendur sem sagt það var farið með Jesús á einhverjum stað og þetta var sem sagt slæmur stað þar sem að fólk sem voru ekki gyðingar, þannig séð, fólk sem voru ekki gyðingar og voru saman á einhverjum stað, það verið að vísa hér til þannig stað sem var skítugur, þannig séð andlega. Og sannarlega sagði Jesús, sagði Guð við fólk að það átti ekki að vera að fara á hvaða stað sem er og andlega lífið okkar gæti mengast. Ekki andlega lífið okkar heldur, ekki líkamlega lífið okkar heldur andlega lífið okkar. Og systirinn að spyrja hvort að í dag að fara á einhverjum stað þar sem að fólk að stunda seiðiskraft og þú ætlar kannski að vera þar með, kannski í matarboð. Kannski þér boðið bara í matarboð. En fólk þar kannski stundum að stunda þessum seiðiskrafti eða að lesa spilin eða hvað sem er. Andlega lífið þinn mengast af því þú hefur ekkert að gera á þannig stað. En í dag höfum við líka, heimurinn heldur upp á mjög mikið af veislum. Heimurinn hefur mjög mikið af hefðum, af trúarbrögðum. Þau gera mjög mikið, menningarhlutir, þau gera margt sem við vitum vel. Hvert land með hefðir eða hegðun eða eitthvað sem þau halda upp á hátíðar. Hvernig þau borða, hvernig þau búa, hvernig þau drekka eða einhver skurðgoðadýrkun.
hvort sem það er stytta eða bara einhver heilagur eða hvað sem það er. Það eru hefðir í hverju landi fyrir sig. Og það sem að ég veit ég þekki nokkur lönd sem að í nokkur lönd eru hátíðir fyrir djöfullinn og djöfullinn fær heiðurinn. Það er verið að fórna börn og líka hreinmeyjur til þess að lofa óvininum og það er gert af mörgum löndum. Á öðrum löndum er haldið upp á dauðinn og það er hátíð og veisla fyrir dauðan. Öðrum löndum er haldið upp á þau sem hafa dáið og það er farið með mat til þeirra og hverju einasta ári er farið með mat og veislu og haldið upp á fyrir þau sem hafa fallið frá okkur. Og fólk fer og eldar fyrir þau sem hafa látist og þetta er gert. Ef að þú sem að veit Guð og þér er boðið á þannig staði, lífið þitt andlega er að fara að mengast. Það er enginn sem þekkir þig. Það er enginn sem veit að þú kannski tilheyrir kirkjuna en Guð veit það. Og Guð mun þá taka í burtu blessanir. Guð mun sjá að þú ert manneskja sem hefur ekki traust, sem hefur ekki öryggi og að þú ert að menga þig með þannig fólki sem er að fara eftir skurðgoðadýrkun og öllum þessum hefðum. Og fólk sem er að fara eftir þessum hlutum og Guð er að horfa á þig. Og kannski höfum við einhver tíma trúað að öðrum hlutum og höfum við kannski verið í öðrum trúarbrögðum og við sjáum það líka skurðgoðadýrkun eða hjátrú eða hefðir og þetta er allt sem kemur frá þessari heiðni trú sem fólk hefur. Og ef að við erum með í þessum hlutum erum við að menga okkur. Það er eins og páskarnir. Páskarnir, það er skurðgoðadýrkun. Páskarnir eru skurðgoðadýrkun því það koma styttur og myndir og fólk er að koma með styttur og segir að það sé Guð og hér í Biblíuna þegar við lesum hér í Biblíuna í 2. Mósebók kapli 20 segir Guð ekki gera myndir né styttur, ekki gera nein ímynd eða líkmynd hvort sem er í híminum eða jörðina eða í vatninu og segja að það sé Guð. Ég er Guð sem er í andanum, segir Guð í Biblíuna. Þannig að Guð, hann bannar þessu og það er skrifað í Biblíuna. Þannig að páskarnir, þó að það sé nú búið að breyta þessu og gefi þessu nafn, þetta er skurðgoðadýrkun. Og við erum þá að menga andlega lífið okkar ef að við höldum upp á þessum hlutum því það eru haldið upp á hátíðum og nokkra svona hluti. Hvað erum við þá að gera? Við erum þá að menga andlega lífið okkar og eins og 24. desember, hvað er haldið upp á það? Þau segja að það sé fæðingin, Jesú Kristur. Hvernig getum við trúa að Guð sé að fæðast ef að Guð hefur ekki haft upphafi? Guð hafði engin upphaf og hvernig ætlið sé að við séum að fara að segja að Guð hafi fæðst 24. des. Það er skortur á því að lesa Biblíuna og þannig mengum við okkur, þannig mengum við sjálfan okkur og þið vitið að flestir búa til mat 24. og hafa matarboð og bjóða upp á fjölskyldu meðlífuna sína og ég sem veit og ég að veit að Guð er í andi og að það er ekkert líkamlega sem að ég get séð til þess að segja að það sé Guð og ég fer í matarboð
að halda upp á fæðingin Jesú Kristur eða Guð, þá er ég að menga lífið mitt af því að fólk veit hver ég er og þau segja þennan sem er að predikera og er hér. Það er þar sem að fólk segir og hvað ætli Guð segi mig. Þannig að við mengum okkur með að blanda okkur í svona veislum. Það er mjög mikið af dögum sem eru tengt trúarbrögðum sem að við þurfum ekki að vera að blanda okkur í og við skulum flýja frá þessum hlutum. Skulum fara einhvers staðar annars staðar og gera aðra hluti. Þú ert ekki að fara að svelta ef þú missir að einhverju matarboð. Þannig að við segjum, en ef við hugsum, já ég held ekki upp á þessu, en maturinn er svo góður. Maturinn sem þú gera er svo góður. Eftirréttinar og kökunar og allt sem er gert er allt svo gott. Eða brauðið, eða hvað sem er. Og það er brauð, fólk sem að gerir brauð til þeirra, það er brauð sem að kallast brauð dauðans og það er fólk sem að segir ég verið að fá mér að því mig langar svo mikið að fá mér þennan brauð dauðans. Þú veist, þegar langar að borða ákveðið brauð, þá getur þú borðað en ekki verið að borða það á þeim dögum sem að fólk er verið að halda upp á þannig hluti. Svona mengum við eilífa lífið okkar. Að því þegar við tökum þátt í þessum hefðum, í þessum trúarbrögðum og þegar við förum kannski að halda upp á öllum þessum hlutum, að fara sem sagt að gefa þau sem að hafa látist mat eða einhverju svona. Þannig að það er mjög mikið af þannig trúarbrögðum, mjög mikið af fólki sem trúir að öðrum hlutum. Það er eins og þau sem að búa í frumskóginum og eru indjánar, þannig séð, og þau vita ekkert Guð, af því þau voru svo mikið í sínu eigin land í raun og veru og höfðu svo lítið af samskipti við fólk að þau bjuggu til þeirra Guða. En það sem við þurfum að gera er að við þurfum að predikera og segja fólkinu að vera ekki í fáfræðinu, opna augun og vera frelsuð og glöð. Og fólk eru þrælir, það er raun og veru bara það. Fólk eru bara þrælir af þessum hefðum, þrælir af þessum skurðgoðar sem að þau halda upp á og alls konar svona sem að fólk lifir í og líka öll þessi hjátrú og trúa þessar hluti, það er að vera þrælar djöfulsins. Þannig að við þurfum ekki að vera með og þó að þetta sé fjölskyldan okkar þarf að vita að ég er að fara í kirkju, að ég er að lesa Biblíuna, að ég trúi á Guð sem talar og að ég hef breytt skoðun og að ég er ekki lengur í þessum trúarbrögðum og í þessum hefðum og þau þurfa að virða mig. Því ef að ég er að virða þau, þá þurfa þau að virða mig og þau geta ekki gagnrýnt mér. Og ég ætla ekki að mæta þessum hátíðum af því það er góður matur eða út af því að fjölskyldan mín ætlar að gagnrýna mér. Og það er það sem að gera stundum. Og það er það sem að gera stundum fyrir matarboð að þá selur fólk í raun og veru blessanir frá Guði. En að því fólk þar stundum að svo mikið að borða þessa hluti eða vera í þessum hlutum, hvað þá? Við þurfum að passa vel það sem við gerum. Við þurfum að passa vel það sem við gerum og passa að vera ekki að lenda í einhverju. Að missa blessanir okkar út af einhver matarboð eða brauðsneið eða hvað sem er út af þessum veislum hátíðum.
Og það það sem að fólk gerir, það að bjóða þessum skurðgoðum eða þessa hluti. Þau eru að bjóða þeim upp á þannig hluti og eru að menga andlega lífið sitt. Og það skiptir engu máli hvort að fólk þekki þig eða ekki. Það eru sem að segja, ég er að fara heim til fjölskyldu minna sem á heima mjög langt í burtu. Það þekkir mig enginn þar. Það er enginn sem að þekkir mig og það mun enginn sjá mig. Hvað meinarðu? Guð sér þig allstaðar. Þannig að við þurfum að passa okkur. Þurfum að passa okkur vel á að menga ekki andlega lífið okkar og setja Guði fyrir framan okkur. Þannig að við skulum líka hugsa að Guð sér okkur hvar sem og við þurfum að passa það sem við gerum. Við skulum núna þakka Guði og takk Guð fyrir allt fyrir þann tíma sem við vorum hér að tala Guð, að íhuga í Guð. Að tala Guð það fallegasta í lífið okkar, að tala kraftaverkir sem hann gerir. Við njótum okkur svo mikið í því að sjá vald Guðs, það sem hann gerir við okkur. Það sem hann gerir við okkur stórkostlegt og það eitthvað sem við höfum engin orð fyrir. Að geta sinnt honum og gefið honum það sem hann á skilu og ég veit að Guð hefur verið mjög ánægður með okkur öllum. Að því hann hefur séð í okkar hjarta og við viljum þakka Guði og áður en við byggjum til Guðs, mér langar mig að syngja kór. Mér langar að syngja kór sem ber að titli hversu stórkostlegt að Guð fann mig, að hann hefur valið mig, að hann hefur nefnt mig, að hann hefur gefið mér loforð og við erum hér fyrir framan Guð. Þennan kór númer 137. Cristo me halló y por su gracia mi alma salvó. ¡Qué maravilla! Me infunde alegría, pues todas mis culpas su sangre borró. ¡Qué maravilla que Cristo me halló! Y por su gracia mi alma salvó. ¡Qué maravilla! Me infunde alegría, pues todas mis culpas su sangre borró. ¡Qué maravilla que Cristo me halló! Y por su gracia mi alma salvó. ¡Qué maravilla! Me infunde alegría, pues todas mis culpas su sangre borró. Bendito Dios, poderoso Señor. Vamos a orar al Señor todos y le vamos a dar. Við ætlum núna að biðja til Guðs og við ætlum að þakka Guði og við ætlum að lofa Drottni. Við ætlum að frelsa andanum í dag. Blessaður Guð, valda mikill Guð. Takk og Guð fyrir þennan stund á þessum degi, fyrir þessari veislu, að við höfum komið hér fyrir framan þínu nærveru. Við höfum komið hér fyrir framan nærveru þín að njóta okkur, að njóta frá vald heilögum andans, frá þínu andveru, að sjá hvernig þú hefur verið að sjá skrefin okkar og okkar tilfinning og þú hefur séð hvernig hjartað okkar hefur njótið í þínu orði og við höfum tekið tíman hérna til þess að njóta okkur í þínu orð að tala fagnaðarinni, kenningin og allt sem að þú hefur gert, allt sem þú gerir á meðal fólkið þitt, á meðal börnin þinn, á meðal söfnuðurinn þinn. Takk og Guð fyrir að muna eftir okkur, fyrir að horfa á okkur, fyrir að horfa allstaðar á þessum löndum. Þó að við séum fá, við erum söfnuður sem hefur hjarta fyrir þig og ég veit, ó Guð, að vegna þessara hjarta, þó að þau séu fá,
mun þú hafa miskunn af landinu, af borgunum, af þau sem eru að stjórna og að þú munt hjálpa okkur svo að allt gangi vel, svo að við getum haft þann frelsi að leita að þér, að dyrka þig, að gera þinni vilja, án þess að einhver banni okkur það. Takk ó Guð, takk fyrir að hlusta á okkar bænir, takk fyrir að hlusta á okkar þarfir, takk að því þú sér allt sem að okkur skortir, allt sem að okkur vantar og þú horfir á okkur hverjum og einum og þú ert að sjá hjá hverjum og einum þau sem eru veik, þau sem eru veik heima hjá sér eða á spítalanum, öll þau sem að þurfa á þig að halda, sem að þurfa af þinni miskunn, af þinni kærleika, af þinni lækning, ó Guð, að þú gerir, að þú framkvæmir lækningu, að þú frelsir, að þú takir í burtu öll þessi veikindi sem eru ólæknanleg, að þú takir í burtu allir þessi slæmir hlutir, allir þessi seyðiskraftur sem hefur verið í líkamanum hjá öllum, að gera slæma hluti, að láta fólk þjást. Vertu að frelsa þau sem eru þrælar óvinsins. Vertu að hreinsa hver hjarta og hvert líf. Vertu að frelsa, slitaðu böndin, ó Guð, böndin óvinsins. Vertu að lækna og frelsa. Vertu, ó Guð, að hjálpa hverjum og einum á þeim vegum. Horfðu á hjarta, óskir og þráir í hjarta þeirra. Vertu að gefa þeim óskir þeirra í hjartanu. Vertu að uppfylla og rétta út mikilvæga kraftaverka valdamikil höndina yfir þau. Ó Guð, þau þurfa á þig að halda í hvert skipti sem að þau horfa á myndbandinu, ó Guð, þú og vald þitt og þín hönd, ó Guð, að gefa þeim frelsi, að gefa þeim gleði og frið. Og takk, ó Guð, takk fallegur Faðir, takk fyrir að hlusta á okkar bænir. Takk fyrir að heyra okkur, að hlusta á okkur. Takk mikilvægi Guð, valda mikill, vertu blessaður að eilífu, ó Guð. Blessaður og dýrðamikill sé nafn þitt, vertu að senda andlegu gjafirnar og vald frá heilögum anda og gefðu þeim, ó Guð, skírnina við heilögum anda. Gefðu þeim andlegu gjafirnar svo að þau geta fengið vald frá himnum, svo þau fái heilögum anda. Taktu gildrur, taktu hindrar af vegum þeirra, gefðu þeim gleði, gefðu þeim hamingja. Og Guð, hjálpaðu þeim að leysa vandamálin heima. Sjáðu að fólk er að skilja, sjáðu að fjölskyldur eru skipt, að það er fólk sem hefur engin skilning fyrir hvor annari. Og mér langar að biðja þig að rétta út hönd þína og blessaðu heimilin, blessaðu foreldrar, ó Guð, og börnin og öll þau sem eru að byrja á þessum vegum. Þau sem hafa verið í ákveðin tími kirkjuna, vertu að rétta út hönd þína svo að þau geta fylgt þér, svo að þau geta njótið frá stöðugleiki í þeirra lífi andlega heima hjá þeim, að njóta frá andvera heilögum andans, frá þínu vald og þínum loforðum, ó Guð. Blessaður sértu að eilífu og blessaður sé konungur Ísraels, Guð Jakobs, Guð Abraham, Guð Ísaks. Takk fyrir, ó Guð, þú ert okkar Guð, þú ert okkar konungur og við viljum lofa þig, ó Guð, við viljum blessa þig og dýrðamikill er nafn þitt að eilífu, valdamikill Guð.
Valdamikill er hann sem lifir að eilífu. Blessaðu alla, ó Guð. Farðu vel með þau heim til sín. Vertu að fara vel með öllum, ó Guð. Takk fyrir, ó Guð. Og einnig langar mig að biðja þig að blessa alla sem hafa verið hér í dag, sem öryggisverðir, sem hafa verið hér að verða þessum stað. Mig langar að biðja þig að leyfa þeim að finna fyrir þinni nærveru, fyrir þinni kærleika. Ó Guð, takk fyrir gleði sem þú gefur í hjartan hjá hverjum og einum. Mig langar að þakka þér fyrir það. Takk, halleluja, takk Jesús Kristur. Valdamikill, dýrðamikill, ó Guð. Dýrðamikill er konungur. Blessaður sé Guð. Takk, ó Guð, valdamikill. Við viljum þakka þér. Cristo le amo más y más. Él me salva y guarda y sé que pronto volverá. Y vivir con Cristo más dulce cada día será. Cada día con Cristo me llena de perfecta paz. Cada día con Cristo le amo más y más. Él me salva y guarda. Y sé que pronto volverá. Y vivir con Cristo más dulce cada día será. Sí, Señor, gloria a ti. Cada día se Takk Guð alla daga að búa með þér, að lifa með þér. Er það fallegasta sem við gerum. Við viljum þakka þér. Hjálpaðu okkur og verðu okkur. Tu sangre aquí pagaste por mí. Te quiero hoy servir. Anhelo poder lo malo vencer y en santidad vivir. Toma por favor mi mano, Señor, contigo quiero ir. Toma por favor mi mano, Señor, contigo quiero ir. Con sangre aquí pagaste por mí. Te quiero hoy servir. Anhelo poder lo malo vencer y en santidad vivir. Toma por favor mi mano, Señor, contigo quiero ir. Gracias, Señor. La honra y la gloria para nuestro Dios Og dýrðina og en este día. séu fyrir Muchas Guð á gracias, þessu degi. Takk Mis fyrir, queridos hermanos y hermanas mín kæru aquí de bræður la og systur, República Argentina. hér í Y también a Argentínu. los hermanos y a las hermanas que nos van a ver en el video. Líka þau Un sem eru að saludo fara að para horfa á todos okkur á ellos y myndbandinu. ustedes también un saludo para todos los que nos van a ver en el video.
Och minä kyllä helsa että Que Dios los bendiga. Gud bless ykkur. Que Dios los guarde. Y yo sé que el Señor a todos les ha dado una gran bendición el día de hoy. Y a todos los que nos ven en el video también. Todas las veces que van a ver el video, todas las veces recibirán bendición del Señor. Muchas gracias y hasta pronto. Hasta pronto. Gracias y Dios les bendiga. Gracias. Tack och Gud bless ykkur. Tack.